Jæja, þá er komið að því að kynnast hérna reiknivélarhlutanum af GeoGebra og hér þar sem stendur input, hérna er það sem að ég í rauninni set inn og hér get ég sett inn föll eins og til dæmis y plus 3, þá verður til þessi lína hér. Við sjáum að það verða til punktar hérna þar sem að línan sker ásana hérna og þetta er náttúrulega lína sem er punktur sem skiptir máli. Þetta er skurðpunkturinn eða fastinn og við sjáum að fastinn hér er plus 3, hún sker y-ásin í punktinum 0,3. Ég get teiknað fleiri línur inn í þetta sama hnitakerfi. Til dæmis þessa hérna. Og þá sjáum við að þar sem að línan sker hérna y-ásinn, það er í -2, hún sker hvar hún sker x-ásinn, en hún sýnir líka leið punktinn þar sem að þessar tvær línur skerast, sem að getur verið voðalega gott líka að geta séð mjög auðveldlega. Ég ætla að hreinsa þessa blaðsíðu aftur hérna, en inn í þetta sem get ég teiknað endalaust af föllum í rauninni. Eitt af því sem að þið notið í lotunni, það er líka að teikna línu bara á ákveðnu bili og ég ætla að sýna ykkur hvernig það er gert. Þannig ef við segjum bara hérna 15x, bara segjum það 15x og ég vil bara fá þetta á bilinu 0 til 10, þá ger ég kommu og síðan skrifa ég 0 og það er reyndar væri ágætt að vera með hérna lyklaborðið uppi, þannig að ég ætla að nota þetta merki hér og svo skrifa ég x í miðjuna og svo ger ég þetta merki aftur og þetta á að vera upp í 10. Þetta er rauninni segir forritinu að x-in sem ég er að nota er á bilinu 0 til 10. En þetta virkar kannski voða flókið en þetta er leiðin til að skrifa það upp og enda þá skulum við sjá. Nú ætlum við að nota þennan skemmtilega fítu zoom to fit og sjáum við að línan, við zooma aðeins meir út, línan teiknast bara frá 0 upp í 10 og þannig geri ég þetta. Nú, það er fleira sem ég get gert hér og það tengist svolítið inn á, ég mun tengja það við næsta myndband þar sem að ég get teiknað inn punkta og þá bara einfaldlega býja til sviga og ég get sagt hérna 1,1, sjáið, þá verður til punktur hér í 1,1. Ef ég teikna inn einhvern annan punkt, segjum bara 5,5, þá verður til annar punktur í 5,5. Í næsta myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig við færum okkur yfir í Tools og tengjum saman þessa punkta með línu til þess að finna út hvaða fall þetta er. Endilega kíkja á það líka.